leigufélögin eru byrjað að hækka á fólki, bara leið og samningar starfsgreinar sambandsins voru undirritaðir og Alma leigufélag var meðal annars að senda henni Brynju Hrönn Bjarnadóttur tilkynningu hækkun á leigu og Brynja er hingað komin. Takk fyrir að koma. Segðu mér hérna á hvað leigiru núna í dag? 250.000 rúmlega. Rúmlega. En þá að hækka leiguna? Já. Upp í hvað? Upp í 325.000. 75 krónur. Og það ekki peningur sem þú átt? Nei, ég átti varla fyrir það sem ég leigi í dag, ég á varla 250 krónur. Já. Ekki nema þá að svelta sig í viku rúmlega það. Já. Þetta búin að vera lengi að leigja hjá Ölmu? Ég held ég sé búin að vera 2-3 ár. Já. Og hvernig ágætla við þið hingað til? Já, mjög fínt og hann mjög almennlegur alltaf þegar ég tala við þá. Já. Og þú manst ekki eftir svona hækkun áður? Svona mikilvæg? Og hvernig verður fólki við í stundum við talað svona jólin sem mikilvæg hlut? Hvernig verður fólki við svona að fá þetta réttur jólin? Já, það er náttúrulega maður fær svo lítið frá þegar maður er öryrki. Já. Og flestir öryrkjar geta ekki haldið jól. Nei. Og ég sá ekki fram að geta haldið jól en dóttir mín kemur frá Bandaríkjunum, hún býr þar, kemur núna 20. desember. Við ætlum að halda jól. Jú, maður redda jólunum, en þá fer ég með hann og börnin hennar og göttunum áramótin. Já. Ætlaði hún að koma og búa hjá þér eða? Nei, þau kom bara í heimsókn, þau fara aftur heim 5. janúar. Já. En ef að þú sættir þið ekki við hækkunin á leigunni, áttu þá að yfirgefa 1. janúar eða 1. febrúar? Það held ég. Já. Bara 1. janúar. Að því leigusamningurinn gerður þá. Já. Og þú hefur engin ráð? Þú getur ekki, hefur eitthvað verið að hugsa hvernig hvað það fyrir að gera? Mér var bent á gætu eitthvað farið nýr á félag og eitthvað sambandi hvað stigafjölda ég með, þá ég skil ekki hvað það er, samt að fá íbúð hérna. Já, það er 2-3 ára að bíða eftir íbúðum. Já, fyrir út af það. Svo er ég með 8 ára gamlan hund og 13 ára gamla kísu og ég læt þau ekki frá mér í staðan fyrir ykkur byggingar. Já. Það er mjög sjaldan sem að leigjendur fá að hafa gælutrið. Já, líka til hjá Ölmu þá máttu vera með gældur í öllum íbúðum. Já. Það var líka það sem ég fannst gott. Það er mjög sjaldan. Já. Það er ekki félagsbústöðum til dæmis. Nei, ég veit nú ekki hvað það er eins og ég er svo nýkomin á leigumarkaðinn. Já. Þannig að maður þekki lítið inn á þetta. Já. Má ég spyrja okkur þetta nýkomin á leigumarkað? Það bara vegna skilnaðar. Já. Og það breytti miklu að fara frá því að vera í eigin húsnæði yfir á leigumarkað? Já, það breytti töluvert miklu og líka ég bjó í Keflavík áður og í garðinum og léli þjónustan, læknaþjónustan í Keflavík, þannig ég flutti í bæinn og hjá læknum á Höfða og stóri með apótekið bara upp á Laugavegi, þannig þetta var allt stutt og það var allt svona staður sem ég rataði á og þegar ef ég villist þá stoppa bara heilin að virka. Þannig ég veit ekki hvar ég er. Já. Þú ratar ekki vel í Reykjavík? Þú ratar ekki vel í Reykjavík? Ég fattu upp alveg inn í Reykjavík. Já, hún var bara ekki svo stór þegar ég var krakki. Þannig að það er voru vant að þurfa að flytja úr bænum. Já. Það er líklegast að þú myndir flytja eitthvað það sem húsnæði er ódýrara. Þú átti ekki efna að búa í Reykjavík. Já, frænka mín, hún
býr í Keflavík og hún sótt fyrir mig á Hemstedt, held ég að heiti. Já, komlu heimavellir. Já, það 3 herbergja íbúð og hérna, hún á að fara 195. Já. Það svona allt í lagi. Já, í Keflavík. Nei, upp í Ársbrú. Já, þetta fyrir ofan Keflavík. Gamla varnar við svæðin. Já, ég nú ekki svo hrifin að fara að þanga því að ég rætt ekkert þar. En hún verður bara að fara með mig í bílferð. Ragnar Þór Ingólfsson, hann skrifaði söguna þína eða sagði frá hækkuninni á Facebook á hann. Já. Hann hefur verið að rífast við leigufélögin. Já. Og hann segir að það sé eiginlega hægt að tala við Hemsteðin eða heimavelli gömlu eftir að Norðmaður eignaðist félagið. En það sé eiginlega vonlaust að tala við Ölmu. Það þau bara hækki. Já. Það ekki ekkert. Já. Veistu hverjir eiga Ölmu? Nei, ég vil eiginlega fara bara ef ég fæ þess að íbúð hjá Hemstedt þá fer ég þangað. En veistu hverjir eiga leigufélagið Ölmu? Hverjir eru að hækka leiguna á þér? Já, þú hefur verið hann sem var að tala sá sem á hana Ali Bacon. Já, þetta eru systkini sem að eiga matfugl, eru kjúklingarekt. Svo hafa þau keypt síld og fisk gamla eða Ali Bacon sem að Þorvaldur síld og fisk átti og svo hafa þau Mata sem heildsala. Svo hafa þau keypt, voru að kaupa Freyju daginn. Þetta vellauðugt fólk. Já, hérna. Og samt að hækka leiguna hjá okkur fátækufólkinu. Ég 3. kynslóðin af fátækufólki. Við erum 11 systkinin, vorum. En ég svo eina sem fátæk. Þannig hinu komist öll upp úr því. Og þau eru þarna önnur kynslóð, þessi 6 systkini, foreldrar þeirra auðguðust og svo eru börnin þeirra í þessu fyrirtæki, þannig það líka 3. kynslóð af ríku fólki sem að hækka á við leiguna. Já, þetta ríkilegt hvernig komið fram við fátækt fólk og gamalt fólk og öryrkja. Þetta bara, já. Og það heldur betur að stokka upp á þetta. Já, þetta svolítið grimmt. Já. Hvernig fékkstu bréfið? Ég fekk bréfið 30. nóvember, en ég las, kíkti á það, ég las ekki alveg bréfið og ég vissi bara ég átt að fara endur niður leigusamningin. En þá var ég búin að tala við það upp á að fá ódýrar íbúð. Svo var bara í gær sem að ég fór að lesa hann alveg og þá kom að eitthvað grunnverð 325.000 og ég spurði son minn á ég að borga þetta í húsalegu eða þá bara svo ætla ég nú bara að væla í örskjónum eins og við gerum oft en þá fór bara boltinn örulega. Og þetta 325.000 fyrir skammtímasamning og svo ef þú vilt fá lengri samninga þá þarf þetta að borga meira. Já. Frekar býja í bílnum með hundunum og kettunum heldur en að halda á saman leiga þarna. Þannig að þetta alveg rosalegt. Brynja, ég óska þess að koma ykkur ráð til þín. Já, það hlýtur að koma ykkur. Þetta furðulega skammur fyrirvari sem þú færð. Já, myndi ekki það versta hvað stutti fyrirvari. Já, því það raunverulega verið að henda þér út þarna með mánaða fyrirvari. Því að þú getur ekki Ragnar reiknaði út að þú þyrftir að fá tekið þín að þyrfti að aukast 133.000 til þess að þú ættir efnaðu. Það kemur alls þar að lokuðu dyrum. Kirkjunni, félag að því rót tekja á. Á örugubótum. Fengið eina ástóð. Á örugubótum. Já. Svo það hljótt allir örgir að fá sömu svör og ég. Þannig
get bara ímyndið sig hvað margir sem að bara svelta heimi á sér. Já. Þannig það ekki nógu gott. Það þannig. Því miður það einhvern veginn þannig að stjórnvöld og ráðamenn verðast bara ekki bara skynja þetta. Já, það þurfti að sparka svo rækjalegi afturrendana á þeim að þeir myndi kúa þannig að geti komið öðrum orðum út í sér heldur en að allir hafi það gott. Aldrei eftir betra, segir. Þannig að Herðu Brynja, ég þakka þér fyrir að koma og segja þína sögu og ég býst við að það sé fleiri í sömu stöðu og þú. Já, takk fyrir. Og fyrir. hvert fólk að það vil segja sögur af leigumarkaðnum að það getur komið hingað á samstöðuna eða sendt okkur á samstöðun.is og þannig að við getum sagt fólki frá því hvernig raunveruleikin á leigumarkaði.